Það finnur sárt tap lítur að vera. Já, svona vissuleyti, en svona mér finnst bara að gera allt og mikið mistökum bæði vörn og sókn til að segja raunhæfan möguleika á sigri, en á saman tíma erum við fáum nokkuð skot til að geta komið þessu jafna leik eða tekið þetta, en ég er Ísraelin bara aðeins beittari við þetta og bara aðeins betri. Þú segir, það var svolítið svona kaflaskipti leikur hjá okkur. Það kom alveg mínútur þar sem maður var að spá í hvort þessi lið ætti nokkuð að vera að spila á móti hver öðru og svo á hinum köflunum þá voru þau bara þrjusir fínir. Já, svona kannski erum sérstaklega kannski ekki alveg komin á langt í undirbúningnum og erum eftir að bæta það miklu en það fer í mig svona þegar við erum að láta víta okkur út einhverju bulli og hlaupum mikið að sem við erum búin að ræfa, þannig að við erum svona stundum svona allir svolítið að sigra heiminn sjálfur í staðan að láta bolta fljóta og ráðast á því. Það er svolítið með þetta, við þurfum að vera tilbúinir að stundum að sækja hratt en stundum að róa og láta bolta vinna svolítið og reyna að hreyfa svolítið áður en sækjum á. Þú segir, þetta æfingamót sjálfsögðu fyrir ykkur og öll hinliðin. Hvernig finnst þér liðið vera að koma saman? Nú er þetta náttúrulega ekki sama lið og þið fóru með í A-riðlinum í fyrra. Hvernig finnst þér nýju strákarnir vera að standa sig? Þeir bara koma hægt og rólega niður þetta. Það er mjög dýrmætt að fá þessa leiki hérna fyrir okkur að skoða menn hérna þessum hlutverkum og prófa að skoða hluti og líka bara að gefa strákunum smá smjör þegar það er fyrir lokaspretning hvernig þetta verður úti. Ég er þakkláttur fyrir það. Jú, við erum upp og niður og það er fínt að sjá hvað við þurfum að vinna í og hvað þurfum að byggja. Og svo segir, gott fyrir strákana og ykkur að fá svona flott mót. Hvað þýðingu heldur það hafi fyrir ykkur í A-riðlinum að hafa fengið þessa leiki? Bara hellings og sérstaklega held að menn átta sig betur núna á því á æfingum hvað við erum að fara út í, þannig að svolítið þannig þegar maður er búinn að vera hérna heim á Íslandi eða í fantasíu körfuboltanum þá er maður ákveðna hugmynd fast í hausnum og svo þegar maður mætir sterkum þjóðum þá breytast hlutirnir og þá áttum við kannski betur á því á æfingum hvað við erum að vinna í og hvað við erum að leita að og bara gott dæmi hérna bara við vorum í bölvuðu bastláttum tíum að koma boltanum upp völlinn og strákar sem eru með góða boltatækni og eru góðir í að koma boltan upp eru kannski ekki alveg nógu vanir í að fá þess að plösa á sig, þannig að næst þegar það gerist þá verða það klárir. Æfingamót en að öllu líkindum þá viljið þið vantilega vinna leikinn ykkar. Það er Finnar á morgun, eru þið búin að skoða þá mikið? Kári sagði við mig að við höfum margótt spilað á móti þessum drengjum. Já, þeir náttúrulega strákarnir þekkja það vel og hafa verið að spila við Norðurlandamótum og Evrópumótum, þannig að ég er svo sem það ekki á lítið en þeir virðast vera komnir svona lengst í sínum undirbúningi, eru mjög rútinæðir í bæði sókn og vörn og eru bara greiðlega flott lið, þannig að það verður virkilega gaman að fá að takast á við þá. Þeir eru eins og við, svolítið fyrir utan Tryggva, svona frekar litlir og spila kannski ekki ósvipaðan körfubolta og annars þáttur að spila, þannig að það er bara ekki skemmtilegur leikur og smá smöð yfir fyrir komandi átökum. Takk.